Já, komið sæl. Það verður hvöss sunnanátt og rigning eða slitta austast á landinu í nótt, en það eru skil sem eru á leiðinni þar yfir og munum síðan yfirgefa landið á morgun, en annars er aðallægðagangurinn hérna langt fyrir sunnanland og lægðirnir eru að koma hérna inn yfir Bretlandseyjar og síðan inn til Skandinavíu, en við munum aftur á móti verða í svona nokkuð rólegu veðri næstu dagana. Og ef við lítum á hitasviðið að þá milt loft sem að koma með þessum skilum sem að að fara yfir austanvert landið í nótt, og hitatölurnar munu því fara svona talsvert upp fyrir núllið og það verður svona, loftið verður svona í mildara lagi næstu daga, þannig að þó að það verður nú almennt frost á landinu, að þá verður nú kannski ekkert miklar frosthörkur. Við skulum skoða hvað að gerast næsta sólarhringinn. Við sjáum hérna að það gul hríðaviðvörun á Austfjörðum og hún kemur til að gilda fram yfir miðnætti til klukkan 1 í nótt. En við sjáum hérna skilin sem að liggja hérna yfir Suðausturlandi og Austfjörðum og það verður ansi hvöss sunnanátt í nótt og talsverð úrkoma, og eins og ég sagði að þá verður það hlýtt í þessu að þetta verður svona rigning eða slitta á láglendi, en síðan snjókoma til fjalla, en síðan svona í fyrramáli þá farið þessi skil út af landinu og þá svona tekur við svona ágætis veður víðast hvar. Það verða kannski einhver éljagangur hérna landi vestanvert, en svona í litlu mæli og þegar þessi skil eru farin austur á landinu þá ætti nú að verða alveg þurrt austanlands. En það kólnar líka fyrir austan þegar skilin eru farin og við sjáum hérna seinni partinn verður komin frost á öllu landinu og svona víða 4 til 5-6 stig. Nú síðan áfram á miðvikudaginn að þá kemur svona annað svona minniháttarkerfi hérna inn á austanvert landið og það verður því einhver éljagangur hérna austanlands, meðan að ætti að verða nokkuð þurrt landið vestanvert, og loftið svona nokkuð milt, þannig að við sjáum að hitatölurnar eru svona og undir frostmarkinu hérna á Suðausturlandi, en annars frost hérna svona víða 3-5 stig svona yfir daginn. Og áfram á fimmtudeginum að þá nú veðrið svona nokkuð svipað, það einhver éljagangur hérna landið austanvert og loftið svona mildast á þessum slóðum, og við sjáum að hitatölurnar eru nú kannski að fara eitthvað aðeins upp fyrir frostmarkið á Suðausturlandi, en annars það svona í kringum frostmarkið og síðan svona heldur svalara landið vestanvert. Og áfram á föstudeginum að þá fer vindur að snúast til svona austlægar áttar. Það talsvert djúp lægð sem á að fara fram hjá landinu, hún á nú að fara svona eins og spáir í dag talsvert fyrir Sunnurland, þannig hún á ekki að hafa mikil áhrif allavega á föstudeginum, en það nú svona ekkert mjög langt í snjókomubakkann frá þessum skilum, þannig að það þarf ekki mikið að breyta til þess að það svona fari að snjóa á Suðurlandi, en svona eins og spáin í dag að þá ætti að verða þurrt og bjart á Suður- og Vesturlandi og síðan einhver svona smá él norðan og austanlands. En við skulum þá enda þetta á korti morgundagsins. Það verður sem sagt hvöss sunnanátt og rigning og slitta í nótt á Austurlandi, síðan með morgninum að þá fara þessi skil út af landinu og þá dregur úr vindi og kólnar þar, en annars landið vestanvert verður svona suðvestanátt með einhverjum lítilsháttar éljum, en ætti að verða svona almennt bjart. Við skulum láta þetta duga veðri í bili. Verið sæl.